að fara aðeins áfram yfir hvernig þetta verkefni sett upp, kannski laga þessa villu hérna, byrjum á því til þess að sjá bara flæðið í gegnum forritið. En við sáum að villuna hérna, ég geri eitthvað hérna, ég fæ upp villu og það kemur hérna title is not defined inn í þessu header EJS og þá það í raun þetta EJS scripting, hérna template mál sem við höfum hérna og hér erum við með fullt af viewum og þessi view í raun eitthvað sem verður að HTML-in okkar þegar við tökum templateið plus gögn og blöndum því saman. Þannig að í grunninn erum við með eitthvað index hérna sem forsíðan okkar og þá segjum við hérna, við erum með einhvern header, við erum með hérna title, einhverja eventa og svo hennan link á innskráning og svo einhvern fót. Þannig að headerinn, hann kunnulegur, hann bara HTML grunnurinn okkar, nema hérna setjum við hérna title og þannig erum við að taka breytu úr gögnunum og senda yfir í templateið sem síðan verður þá að þessu hérna sem titillinn hérna, viðburðasíðan og svo ef ég fer í hérna þá það hönnuða hittingur í mars MDAS viðburðasíðan. Síðan erum við með hennan footer, hann lokar bara og síðan erum við með events og inn í events erum við að taka eitthvað fylki af events sem kemur hérna, ídra í gegnum það inn í templateinu. Þannig að hérna erum við að nota þennan EJS syntax til þess að taka gögn og ídra þau inn í einhverju templati til þess að spýta út gögnum sem að verða þá þessir viðburðir okkar. Og hérna getum við þá líka athugað ef hann viðkomandi admin að þá fáum við þennan taka hérna uppfæra eða þennan link uppfæra viðburð. Og þá förum við inn á aðra slóð sem /admin og svo þessi slug á þennan event. Og slug það sem við köllum þetta þegar við tökum hönnuða hittingur í mars sem með íslenskum stöðum og bilum og breytum í eitthvað sem í raun svona meira url-friendly. Tökum bilin, breytum í das, tökum breytum í og svo framvegis. Þannig að við erum með þetta hérna. Þegar ég bið þá slóðina, index, þá förum við í þetta route hérna sem þetta index routes sem á þá við ekki það sem bak við innskráninguna. Og þá erum við með þessa slóð hérna sem birtir í raun þessa síðu, sækir eventana í gegnum eitthvað hérna, list events sem kemur úr einhverju DB sem sækir þetta úr gagnagrunnum, kalla síðan í res sem frá Express og fyrir responsið, notar render, af því þá erum við að nota templateið okkar, nafnið á templateinu sem þetta index template sem við vorum að skoða og svo það gögnin sem við erum að senda. Þannig að þá það titillinn, hérna ætlum við bara að segja það aldrei admin á forsíðunni og svo viðburðina. Þannig að ef við gerum hér, lokkum bara út events sjá, kannski var þetta bara til skrifta fyrir þetta, þannig ég ætla að keyra þetta þannig ég þurfi ekki alltaf að restarta servernum. Já, það bara npm run dev, það keyrir upp nodemon sem fylgist með og þá alltaf þegar ég gerir eitthvað breytingu restartar servernum. Þannig ég vil segja hérna eitthvað svona og restartaði servernin. Fyrir núna reloada hér og ég búinn að reloada, það gerist ekki neitt út af því að þetta bara nákvæmlega sama. En þá eins og við skoðum í senustu viku, allt sem ég console-logga, það fer út það sem ég keyri serverinn, allt sem ég sendi í þetta res, það fer áfram með HTTP til clientsins sem verður þá birt á skjánum í browsernum.
Þannig að núna logga ég út hérna þetta fylki, hérna x, og svo kemur bara fylki og þetta eru bara þessir viðburðir og þetta eru bara nákvæmlega viðburðirnir sem við settum inn með því að keyra þetta insert hérna, að þá fengum við þessi gögn hér. Þetta eru bara nákvæmlega þau gögn. Þannig að hérna er búið að sækja þau úr gagnagrunnum, taka þau, setja þau yfir í fylki af objektum sem við síðan sendum yfir í templateið sem síðan fer yfir HTTP til browsersins sem er síðan byrt sem HTML. Og skoðum það svo sem ekki hérna, en hérna er HTML sem er búið til úr þessu templateið. Þannig ef ég fer í templateið fyrir events og ég set 2 upprópunarmerki hér og ég reloada, þá byrtast 2 upprópunarmerki hér fyrir hvern einasta að því að ég er að gera þetta inn í forlúpu. Þannig að þarna erum við komið með enn betri leið miðað við þá sem við erum að gera í dag í verkefni 1 til þess að vera með eitthvað meira struktúraða leið til þess að blanda saman forritskóða og svo þessu HTML sem við erum að reyna að búa til. Þannig að núna þegar þeir eru að reyna að gera þetta með einhverjum strengjum, þá þurfum þau að fara að segja eitthvað, string template eitthvað og er svolítið svona awkward viðmót að vinna með. Þá er í raun seinasta þess að skoða alla þessa keðju, er í raun að skoða hvernig fáum við þessa eventa. Og þá er inn í þessari DB skrá er í raun búin til tenging við gagnagrunninn. Þannig að ef við gerum svona, getum við séð aðeins hvernig þetta lítur út. Þannig að hérna erum við að segja, hérna er þessi gögn sem við þurftum til að búa þetta til, náum í database urlið úr hérna process.env, þar að segja úr envinu, kvörtum með að það vantar þetta database url. Hérna er tenging sem við þurfum, sem þyrfti, út af því þetta projekt var sett upp á Heroku, þannig að það þurfti að setja þessi hérna línun. Síðan búið til svona connection pool. Því er raun að við búum til ákveðið magn af tengingum sem er hægt að eiga við gagnagrunninn. Þannig að það sé ekki raun, ef það koma 1.000.000 requestir á forritið okkar, þá reynum við að opna 1.000.000 tengingar við gagnagrunninn. Þetta opnum við bara n margar tengingar í gegnum þetta connection pool og svo manager þetta connection pool sem segir, hey, ein tenging í einu, release aftur í poolið, næsta kemur inn. Þannig að við í raun passum að við bara drepum ekki gagnagrunninn okkar á traffíkinu sem kemur inn. Síðan erum við með eitthvað hérna, það er ef það kemur villa í þessu connection pooli þá er líklegast eitthvað major að, þannig að þá hættum við bara með forritið. Síðan erum við með þessi föll hérna sem gera í raun allt það sem að við þurfum að gera í forritinu okkar. Við þurfum einhvern veginn að geta fengið upp allavega í eventana, við þurfum að geta að registrera fólk, við þurfum að geta uppfært event, við þurfum að geta búið til event, við þurfum að geta síðan í grunninn hérna búið til skemað okkar og það bara, það les bara upp þetta skemaskrá og sendir það allt í þetta query fall. En þetta query fall er það sem að gerir tenginguna við gagnagrunninn, keyrir eitthvað query og skilar einhverjum gögnum tilbaka. Þannig að það sem við byrjum á að gera, að tengjumst við þennan connection pool, fáum tengingu sem við getum notað. Connection poolið er í raun bara, það er allan tíman frá því við stöftum forritinu þannig að við slökkum að því, þá er connection poolið opið, en þegar kemur inn eitt request þá þarf það request að fá connection úr poolinu sem við síðan losa aftur. Við fáum þetta, keyrum þetta client.query sem er í raun bara keyrðu einhverja ákveðna SQL skipun á móti gagnagrunnum með einhverjum ákveðnum gildum sem getur verið og skilaðu því tilbaka. Og svo að lokum þá releaseum við yfir í connection poolið aftur. Þannig að þarna erum við komið með í raun öll þessi skref. Fáum rátum þessu rétt, sækjum gögnin út frá rátinu, tökum gögnin, matreiðum þau aðeins. Það er reyndar hérna í þessu list events. Þá er þetta queryið okkar. Það er engin gögn. Við skilum bara beint result.rows sem er í raun bara beint gögnin úr gagnagrunnum. Hérna gætum við eitthvað átt við þetta, við getum fjarlægt eitthvað, reiknað einhver önnur gögn eða gert eitthvað. Skilum því, tökum þau gögn, sendum þau í templateið rendur þetta út yfir í responsið sem fer með HTTP yfir til clientsins sem birtir þetta.
Ok, mega sense. Þannig að leiðu myndi, þú veist, gera þarna Ctrl-C í terminal, myndi þá þetta pool lokast. Já. Það þá, við búum það bara til og ég held að sé nú ekkert sérstætt. En þarf alltaf að keyra þetta, þú veist, það alltaf að setja gagnagrunninn í hvert skipti sem þú byrtar eða svoleiðis, eða þú veist, hann alltaf til? Hann alltaf til. Já. Hann til frá það með fyrsta skipti sem við svona búum til gagnagrunninn og setjum gögn inn í hann. Þá hann bara til staðar. Þannig að ef við myndum keyra einhverja byrtskipun eða svona aftur, svona hér, Já. svona sem að gera í gagnagrunninn, Já. myndum við þá vera með duplicates eða? Nei, og það góð spurning að því að leiðu við erum búin að gera þetta einu sinni, við erum búin að breyta gögnunum, þá þú veist, hvað eigum að gera? Já. Og þá þú veist, svarið þeirri spurningu í þessu tilfelli við bara hendum, við tæmum gagnagrunninn og búum hann til aftur út frá þessum dummy gögnum sem við erum með hér. Já. En að sjálfsögðu, þegar þú komið með eitthvað forrit sem að keyra einhvers staðar og búið að fá upplýsingar og gögn frá notendum sem við búið að setja inn, þá getur náttúrulega ekki eitt því. Nei, einmitt. Og þá þarftu í raun að vera með eitthvað svona migration, þar sem þú ert að segja, ok, nú erum við að bæta við dálk á þessa töflu. Ok, allar raðirnar sem eru fyrir, hvaða gildi það að fá? Á það að fá bara null, á það að vera tómistrengurinn, á það að vera eitthvað reiknað gildi, á það að vera eitthvað fasti, eitthvað, við þurfum að sama ef við ætlum að eyða gögnum, þá þurfum við í raun að fjarlæga dálkinn og þar með gögnin og jafnvel í kerfi sem í gangi. Þá getur það verið einhverjir að reyna að skrifa í eina dálkum leður til að henda honum og þá lendir í fullt af vesinni. Og þá þarfstu að geta að lokka töflunni, fjarlægt þetta, unlokka henni, þannig að þá eitthvað, og það svona aðeins autoskóp fyrir það sem við erum að fara með og meira svona bara, hvernig manage við gagnagrunna, það stuð. Og hvernig manage við gagnagrunna, í risastóru kerfi. Það ennþá meira stuð. Það sem þú ert ekki bara með eitt gagnagrunn, þú ert með einn master gagnagrunn og svo ertu með aðra sem eru með afrit af honum sem hefur verið að lesa úr, skrifar í þennan, replikitur á milli og alls konar græjað til þess að bara þetta virki. Ok, en síðan seinasta sem ég ætla að fara yfir í raun tengt þessu validation sem var líka í seinustu viku, sem þetta að ég ætla að fara núna og ég ætla að skrá mig hérna og ég ætla hvernig veit ég að þetta hérna þarf að vera á einhverju ákveðnu formi. Það svona tölum kennitölunar, nöfn og e-mail og eitthvað í seinustu tíma. Og aðeins að fara yfir bara hvernig það lítur út hérna. En þá erum við með, hérna erum við með þetta event route sem að gera aðeins meira. Það ekki bara verið að sækja eventin, heldur erum við líka að sækja þá sem eru skráður á eventin. Þannig að þá það fall sem tekur við ID-in á eventnum og fyrir töfluna yfir þá sem eru skráðir, sækir það og blanda því síðan saman til þess að birta. Síðan ætla ég að fara í þegar ég að posta. Þannig að það það sem gerist hérna. Þegar ég að skrá mig hérna, þá þetta form og það postar, þannig að það með method post. Það postar á þetta slug á þennan viðburð og það notar þetta ends-type application x form url-coded sem staðlaða, þetta sjálfgefna gildi, þannig að þetta þarf ekki að vera. Og inn í forminu ég með inputið og textarið. Textarið hér, svo með hennar button sem að submittar forminu. Þannig að þegar ég skrifa eitthvað hérna inn, og við skoðum network hérna, og svona, og þá framkvæmum við post með þessu payloadi hér, name og comment tómt. Ég skrifa eitthvað hérna, payloadið hérna ASTF, það sem ég skrifaði inn, nafnið tómt, það fer yfir á serverinn. Serverinn þarf að taka þetta út úr beiðninni og validata þetta, taka það og staðfesta, hei, þetta á því formi sem við sættum okkur við. Og það sem gerist þá hérna í raun að post á slug hérna, þannig þetta það sem að læta að virka, ég get postað á /hönnunarheitingur eitthvað. Ok, svo ætla ég að segja hérna
registration validation middleware fyrir comment, XSX sanitation middleware fyrir comment, validation check, sanitation middleware og register. Þannig að hérna erum við að nota mörg, við erum að nota 5 middleware til þess að fara í gegnum og keðja þessu saman. Þannig að þetta er svolítið abstraktað hérna af því leiti að við erum að nota þetta fyrir, við getum notað þetta fyrir marga hluti. Þannig að ekki bara fyrir comment, við getum bara kallað þetta eitthvað annað hérna. Og það sem gerist hér er að við erum að fara að taka við einhverju, kommentið hérna er í raun hvað heitir textfieldið. Af því að kommentið er annarkvort comment eða lýsing, eftir því hvort ég er að búa til viðburði eða er að kommenta hann. Þannig að við tökum þetta hér og við tökum úr body, sem er þá, hérna, kemur frá Express Validator, tekur body, trimmar það, þar að segja fjarlægir white space fyrir framan og aftan og staðfestir að það sé að minnstakosti lengdin á strenginu sé 1. Ef að það er svo ekki, þá fáum við villuna, nafn má ekki vera tómt. Svo gerum við aftur hérna, ef það er yfir 64, nafn má að hámarki vera 64 stafir. Sama með reytin fyrir athugasemd/lýsingu, hún má ekki vera meir en 400 stafir. Ef eitthvað af þessu gerist, þá skilar þetta middleware í raun í hérna í requestuna, skrifar það í requestuna, hei, það var til villa í þessu hérna gildi. Þannig að hérna athugum við hvort að það hafi gerst og það er þetta validation result sem kemur úr Express Validator kóðasafninu. Þetta hérna er tómt, þá því aðeins að engar villur áttu sér stað. Þannig að ef það er ekki tómt, þá urðu sér einhverja villur og þá sendum við þessar villur í templateið sem við skrifum þar út. Þannig að hérna getum við skrifað út þessar villur. Getum við farið hér og við getum submitað aftur og þá sjáum við hérna að þetta er villan sem við fengum. Nafn má ekki vera tómt, param, eða svo gildi sem var, er name og það gerist í body. Þetta getur líka verið til dæmis í query string. Ef ég væri hérna að gera eitthvað svona, þá getur ég valið þetta að query strengurinn sé á réttu formi líka. Ok, ef það gerist, þá sendi ég þetta í þennan event templateið með villunum, með gögnunum líka, sem þýðir að það sem ég skrifa inn hérna týnist ekki, að því ef ég myndi ekki geyma þessi gögn og senda það tilbaka, þá myndi þau hverfa. Og þá er templateið fyrir það, er hérna, þá er þetta orðið, það vantar þetta svona, það er þetta að setja upp EJS syntax highlighter, það verður svolítið óþægilegt að horfa á þetta svona sem einn svartan svona continuous texta. Þá sjáum við hérna, ef það voru villur, þá ætlum við fyrir hverja villu að skrifa út villu skilabóðin hérna. Þá getum við sett hérna upprópunarmerki og þá kemur það hérna. Þannig að þetta er í raun, þetta er allt sömu hugtökin nema þetta er bara svona, þú þarft að fara í gegnum nokkuð skref til þess að ná í þetta. Þannig að það er fyrir næstu viku, setja Postgres, setja upp þetta dæmi, reyna að gera það sem ég gerði þarna, búa til gagnagrunnin, geta búið þetta til og skoða ykkur í gegnum hvernig kóðin flæðir, af því að í raun verkefni 2 hjá okkur í ár verður bara svipað en öðruvísi. Þannig að það verður eitthvað svona einskráning, hvort það verður eitthvað svona admin eða eitthvað svona, það verður mjög keimlíkt og þið getur notað þetta sem grunn, þið getur byggt þetta frá grunni, en þetta er svona það sem þið eru að fara að slást við og þetta er svolítið bara mikið af konceptum, þannig að það er bara að byrja fyrr og taka bara litla bita í einu og svo förum við nánar yfir það, hvernig við, ef við lendum í einhverju vandræði með gagnagrunnin eða eitthvað svoleiðis í næsta tíma og svo dæmitími þeirri viku. Og það er aftur, þá eru 2 vikur fyrir það verkefni, þannig að það ætti að vera alveg tími í að brasa við þetta. Install á Postgres, það er eitthvað meira bara, eins og bara með Homebrew, bara keyra þennan? Nei, það á bara að virka. Svo þarf þetta að starta servicinu,
þannig að það varst að gera brew services start Postgres Já. af því annars gæti verið úr restartið tölunniðinni og þá er ekki lengur RDBMS-in er ekki að keyra Já, þá á maður þá kannski, gerir maður það bara eitthvað einu sinni. já, og þá held ég held að þú klárar að keyra brew og þá kemur hún með eitthvað svona hey, keyrðu þetta næst eða eitthvað svona, ég man ekki þetta er eitthvað sem maður gerir ekki það ofta, ég man ekki alltaf hvernig það er en svo er ég líka gaman að því að ég er í fyrsta skiptið síðan ég bara í mörg ár er ég með Windows-vél heima þannig að ég get núna keyrt allt til dæmis það sem að ég er búið að lenda í nokkru nefndum með að geta ekki keyrt testina þegar það er Node Options þannig að ég ætla að uppfæra dæmi sem ég var með til þess að það keyri þegar þið getið séð hvernig það virkar og Það virkar ekki bara að fara message og ég googla Error message og það er alltaf bara já, gerði bara npm cache clean og bara þarf að installa þetta aftur. já, ok þannig að þetta er alveg eitthvað en við vonandi finnum út úr þessu bara núna en síðan sendi ég tilkynningu bara þetta á eftir þar sem ég segi, hey, þetta er það sem ég vil gera, ég er búin að uppfæra þetta verkefni þið getið séð það og þetta getið hermt þetta því til þess að láta þetta virka ok, eitthvað fleira?